kom eiginlega aldrei fyrir einhvern tímann setna í þættinu, þá var hann eitthvað bara El Bardo eitthvað, bara örlítið bara svona homage El Bardo homage sagði ég, hvað sagði ég? Hummus eða eitthvað sagði ég það? Já, eitthvað, homage eða eitthvað Hamas sandökin Góðan og gullfallegan daginn. Blessan daginn What? Ég sit í mínu sæti Já. og með mér Special D Þú ætlar að láta þetta grípast herri, ég ætla bara að byrja að kalla þið Special D Special D, ok because you're retarded Já, akkurat Ég er að býða til bláa meðanum í gluggan hjá mér þannig ég geti lagt bara í bestu stæðin Er þetta ljótt að mér að segja að þú ert retard? Nei Ekki, ég finnst það ekki, ég hef ekkert á móti þessu You're a retard Já, það er vist bannað að segja það Nei, Nú það ekki? það er komið aftur Nei Við erum bara, veist eins og við erum bara komin í veist, early 2000 Við erum í stríði í veist, Miðausturlöndunum og það má segja retard aftur og, já Og Scary Movie er að koma Scary Movie, já Þetta er bara repeat Ok Hvaða turnar eru næstir? Það er spurning Er ekki, þannig eitthvað sem er í Dubai eða eitthvað Já, Burj Khalifa eða eitthvað svoleiðis Já. Nei, ég held að sé enginn að fara að fokka í Dubai eða Það er náttúrulega búið Saudi-arabísku Þú veist, einhverju drónur eru búin að fara ángað Já, ég veit ekki Ég veit ekki heldur sko. Nei Varstu eitthvað að fylgjast með hvað heitir það, Coachella Nei sem var senstu helgi Nei Herru, ok, Coachella þetta var svona Tónlistráttið og þetta átt að vera bara um tónlistina Já Það er ekkert um tónlistina núna þetta er bara outfitin og influencers Já, hjá influencerum, já og maður er eitthvað bara Jesus Christ það skiptir eini sem ég veit hver var að syngja þarna var Justin Bieber hann átti að sko vera aðal Svona frontlinerinn bara, já Herðu, og ekki nóg með það hann fekk $10 milljónir Jesus Christ 10 mils og hinn sem hafa verið á frontlæna til dæmis eins og tökum Beyoncé Knowles til dæmis hún var með hella sjó veist það bara dansarnir bara geggja flugveldarsýningar og allar bakinn veistu hvað Justin Bieber gerði? Hvað? Kassagítar bara på sviði bara ef það væri svo gott bara ef það bara Justin Bieber allir bara Justin kom með lítið hringborð á sviðið, þetta risasvið stól og laptop-tölvu Nei hann lappar inn á svið með hettupeysinu og allir bara sem færir hann bara á YouTube What? hann fer á YouTube og spilar lögin sín í stóra sviðinu What? og syngur með sjálfum sér Er hann bara að taka karaoke upp á sviði fyrir $10 million með sjálfum sér? Þetta er dýrasta karaoke ever Fuck me sideways man og síðan sko inn á milli þá fór hann sko gömul vídeo veist eins og þegar hann var ungur lappaði á einhverja glerhurð svona spinninghurð hann allir hann alveg spólaði tilbaka síndi þetta aftur veist þetta var bara oh my god og síðan var náttúrulega internet problem veist það var svona loading veist, það var bara ég var bara oh my god veist náttúrulega fullt af bíburum allir bara þetta var svona inspiration hann var að fara yfir ferilinn sinn oh my god já. What a fucking cult já veist út af því að hann náttúrulega seldi öll réttindi sín á lögunum sínum tónlistina, já, ok og hann mátti ekki spila þau og hann fór framhjá sem með því að gera svona ok, það er bara stupid deal já að selja réttina tónlistinu sinni með ekki svona flytja það nei, mátti ekki flytja what og þú tekur bara getur þú sungið
Já, 10 millur Já, akkurat Þetta er bara, hann er dýrasti performerinn á Coachella ever. Oh my god, maður Pældi í þessu Jesus, Ef þú væri búin að vitleysa. eyða nokkrum milljónum króna til að fara á Coachella Já, síðan bara er hann á internetinu já Var Fyrir hann bara idiot. YouTube Já. What the hell, maður Heimurinn er ekki í lagi, sko Nei, veist, flestir myndi hafa nokkra dansara, hljómsveit eða eitthvað Já, já. Nei All in my pocket Jesus Já, hann var allavega með fartölu hann var ekki bara búin síman sinn eitthvað í 17% batteri og allt Já. það fokki Við hefum getað, veist, ef við myndum vera með live show Búblur og bjór bara með laptop, sína eitthvað krass svona Jackass-vídeó frá okkur Já, frá einmitt. í gamla daga Já, Hérna eru við eitthvað. einmitt Bara herm eftir honum maður Allir myndi vera að horfa bara Hvað fucking fáið þetta er Nákvæmlega Hvað er ég að gera hérna? Já, og sko, í stöpbuxum í hettupeysu sko. Já, einmitt Við verðum að vera þannig sko. Og eins og hann nýskriðin úr rúminu bara Já, hann var þannig Don't give a fuck Já, hann er Maður. The Legend Já, hann er eitthvað Þetta er svo orðlegs Já, bara. sem aldrei verið eitthvað sérstakur fan en þú veist, þetta er bara mókun við hérna fanbase-ið Já, síðan tók hann eitthvað eitt lag og fór að gráta Ok Hann gerði þetta nákvæmlega hérna í kornum sko. Já Þá var hann bara basically að dansa söng ekki neitt kom inn á milli, Reykjavík allir bara yeah Já, Síðan bara bara- mæma þá Já, var bara, lipsinga og eitthvað Lipsika minna, já Síðan tók hann gítar og fór að hágráta syngja eitthvað rólegt lag náttúrulega allar konur hérna og Já. stelpurnar á Íslandi bara voru a loser þetta er ekki bandaríkin sko Nei, bandaríska konur bara oh, it's so Akkurat. emotional akkurat bara he got raped Let me fix him Já, pottjætt sko P. Diddy Nei, nákvæmlega mm. á 100% Já, já, ég allavega ég það sko garantera P. Diddy hefur eitthvað gert við hann sko já, hvað er mm. eitthvað hérna þú ert að hérna í heilsu átækju núna maður Já, ég er á smá health kick health kick, komin Já. að lifta með mér maður Nákvæmlega Fyrsta skipti í mörg ár reynir að gera eitthvað við líkamann sinn annað en að eðalegjan komur búin að bölva mér í viku Já Drepast í lærunum sko. Gjörsamlega sorry, ég var bara Rústaði mér, að taka létt á því Já bara Þetta eru vöðvar sem hafa verið bara í dvala núna í svona 4 ár sko. 4 Já, bara, þú veist, meira og minna Þannig að ég er að finna fyrir því núna en Já. þetta er bara svona gott vond Er það ekki? Jú, já, veist ég ætla mitt að taka mig líka á leiðu komin frá eftir næstu helgi Já. ég er að fara til Bretlands náttúrulega að Prodigy Prodigy ég get ekki fucking beðið sko Hvað ég venda þig sko. bara taka mig smá frí með konunni minni bara fuck you kids og Akkurat. bara, veist Já, svona, ég nenni ekki neinu bara, veist, ég þarf ekki að elda ég ætla bara, úff Bara njóta það var geðvikt Hvað ég venda þig maður og núna náttúrulega eru þeir að eru þeir í náttúrulega Englandi núna að túra og þetta er alltaf að koma upp á TikTok TikTokinu Já, og ég ætla að skrolla, ég vil ekki eyðileggja neitt nei það ég get ekki fucking beðið sko Já, býtu það er eitthvað stelpa með þeim núna eða ekki, staðan fyrir Keith ég veit það ekki No. no spoilers Sorry sem kemur einhver stelpa og ég eitthvað leið pú I hate women Hún er auðvitað ágætt svona eins og hérna gellan úr hérna Slipknot ekki Slipknot heldur hérna Linkin Park Linkin Park, já allir alveg Já, akkurat women Já, við viljum bara vera sveittir með flösu í friði hérna. fallið stelpa sem getur sungið nei, Já. úi Akkurat That's totally gay, man that's so gay Já, akkurat við erum að vera með hérna eitthvað svona hérna lið sem heitir Is It Gay Það er enda brilljant hugmynd er það ekki? Jú, sem komum við með eitthvað og þá er það yay og gay já, já, yay já eða, gay Ok, ok Já, þetta er enda brilljant hugmynd ég var bara að fá þetta núna Ok, það var geðu write that down Ok ok, ég ætla að write that down sko, is it gay
að klóna sjálfan sig og sofa hjá honum Nei, er það ekki gay? nei, Það það finnst mér ekki Það er bara sjálfsfróun Mjög dýr sjálfsfróun mjög dýr Fá mann hérna Íslensk erfðagreining, Stefán, hvað heitir hann? Hérna ljósar það hérna, Gamli? já, með One Night Man hérna Já, já, Íslensk erfðagreining íslenska erfðagreiningin já, Stefán Oh my god og fólk alveg bara hann heitir þetta Já, ég veit hvað hann heitir það er bara gjössalega dottur mér en já, fá mann hérna í viðtal og sjá hann hvað það kostar og spyrjum hann hvort það væri gay eða ég hérna stund að kynna með sjálfum sér Ég ætla að segja nei Alltaf þú að segja nei Já, allt segja ok herru, I'm writing this down herru, við ætlum að tala Simpsons við erum búin að vera lengi fan af Simpsons já, bara frá upphafi bara frá því að ég kynntist þér þá varst þú alveg bara, ég elska Simpsons ég er náttúrulega elska Simpsons sjálfur sko náttúrulega búin að horfa á ég maður bara þegar maður var lítill og hérna vinur mér var alltaf að taka upp þættina á spólu og eftir skóla fórum við oft heim til hans að horfa á þættina sko. Leggja okkur og eitthvað svona sopna í sófónum og eitthvað við Simpsons geðveikt náttúrulega bara gömlu þættirnir eru náttúrulega geðveikt Ég veit það, bara enn þannig að þetta er bara awesome sko þeir klikki ekki Nei, þetta eru sko ef maður horfir á IMDb á bara alla seríuna eins og hún leggur sig þá eru fyrstu 15 seríurnar nánast allar grænar reytingið, þetta er bara fer ekki niður fyrir 8 á 15 sér, eða það er hægt þar ótrúlegt, þá þetta verið bara masterpiece sem kemur hérna kringum 20. seríuna eða eitthvað þá var svona frekar mikið lægð það er lægð sko, það hlaut náttúrulega að koma að því það getur bara engin sería verið svona lengi í gangi og án þess að klikka sko Nei Þú veist, koma einn og einn þáttur sem átt að vera eitthvað svona dramatískur eða eitthvað en svona heilt yfir þá bara klikkuðu þeir ekki Nei. Í 20 ár bara frá 89 þegar þetta kom út fyrst Já, þetta kom út 89, það ekki Sko þættina sjálfur þetta byrjaði sem svona stuttir sketsjar á The Tracy Ullman Show 87 og kom svo sem sin veginn seri 89 Mér finnst það geðveikt held í þessu Er sami gaurinn búin að vera Homer allan tímar eða? Já, Dan Castellaneta Hann er samt búin að breyta röddinni Nei, hann náttúrulega bara er orðin gamall Það er málið sko Ef þú horfir á einmitt fyrstu 2-4 seríurnar og horfir síðan á nýjustu seríu núna þá heyrir munin, það er bara vegna þess að hann bara röddin er orðin gömul hann getur þetta ekki lengur, hann náttúrulega tala líka fyrir Chief Wiggum og mikið fleiri Má minni mig Nei, það er hérna það er Apu-gaurinn Já Oh my god, það líka dottum hvað hann heitir sem líki nærið þetta museum og eitthvað Good research Ég var svo með þetta áðan, ég skrifaði þetta ekki niður Sama hér Oh my god Ég var alveg, ég er með sem er nöfnmar og hreinu Sér allt hérna bara Oh shit Yardley Smith talar fyrir Bart Dan Castellaneta talar fyrir Homer Þetta er hann, ég var með þetta áðan sko Ég var alveg með þetta áðan líka Shit, en ok, þetta kemur Síðan er náttúrulega hérna eins og í nýjustu seríunum þá er náttúrulega einn af uppáhaldskarakterunum er Apu en hann er nánast hættur út af því að vókinu eða að hann má ekki tala fyrir hann það var cancel culture hérna kom hérna einhver heimildamynd sem heitir Apu það var verið að tala sem sagt við fullt að indverjum hvað það væri hurtful sko í fyrsta lagi eru bara indverjar eru svona 1/7 af öllum mannkyninu og auðvitað getur að fundið eitthvað sem að þykir þetta eitthvað hurtful mér fannst það svo wholesome hann var
fyrirtækja eigandi og Já, og so elskaði Bandaríkin og var Nákvæmlega. meiri Bandaríkja maður heldur en Homer Já, og svo að já, algjörlega og ég meina, þeir eru samtala að sína þú veist, buddhisma og hinduisma segja Já, virðingu já, Þú veist, nákvæmlega Homer gerir eitthvað grínað Vishnu og eitthvað svoleiðis í einu þættinum já, en fíllinn hann með 8 hendur eða hvað það var já, en þú veist, þeir sína samtala hans menningu virðingu, skilur, í þáttunum já. þú veist, þú talið með hreim og það sé hvítur maður sem tala með indiskur hreim so what the fuck Nákvæmlega þú veist, ég get alveg garantera að það er meir en 50% undir að sé drullu sama hvort það sé hvítur maður eða ekki sem það er verið að pú Ég held að það sé sama Var það ekki líka með læknin Dr. Hibbert Já Mér finnst það gæðvegt sko It has to be terror sweat Svo mikið Það er svona fullt af svona quotes Já, ég veit það Ég er bara og sérstaklega þegar þú segir eitthvað Já, þá er oftast ég eitt sem hlæ já, og ég held alveg I got that já I don't feel dumb Já, for once akkurat nákvæmlega I'm educated Must be the first of the month New Billboard Day Nákvæmlega og gömlu þættinni til dæmis eins og ég með IMDb ratings sem sagt ég tók bara top 10 á King Size Homer í 7. seríu þegar hann verður feitur svo hann þurfi ekki að fara að vinnuna Já. sem er svo fucking gott út af því að hann super feitur að dansa við Marge út af því að hann er ekki að vinna Flenders að koma heim úr vinnunni alveg bara erfitt þau eitthvað geggjað sko Hvað sagði Flenders aftur? There was a fire in the eitthvað factory Já, og lestin fór yfir hattinn hans og eitthvað svona geðveikt sko og það er með sko 9 í rating og það er í 10. sæti Já, vá og í 9. sæti er sem sagt Springfield Files 8. sería Var það X-Files? Já. Já, með Mulder og Scully Já, og þegar hann kemur út úr skóginum I bring you love Nice svona geislavirkur það er sko, það er með 9,1 og það er alltaf eitt svo ógeðslega einkennandi fyrir Simpsons svona throwaway jokes Já, ógeðslega finnibrandara sem að fólk svona spottar ekki einu sinni ekki neitt þú veist eins og þegar Mulder opnar veski sitt þess að sína FBI Já. og mynd af honum neðst í veskinu á svona bikini thong eitthvað stað liggjandi á svona feldi hann er mynd af sjálfum sér hálfnöktum í veskinu sínu það er svo gott og þetta er bara svona bang, koma fór og samt, þetta er bara svo fucking hilarious skilur við en bara, þetta gera þetta svo vel sko hann er með líka rating 9 sko ok maður sjá er The City of New York versus Homer Simpson Kafkalas hann er með 9 já Kafkalas já Don't you have soda? Já, Only Kakaras nei, hann var alveg it's disgusting, what do you have to drink? Mountain Dew or nei, hvað sagði hann? Crab eitthvað já, Crab, Kakaras crab juice or Mountain Dew crab juice please þá fóru þeir náttúrulega voru hjá World Trade Center á milli þeirra já, það var þátturinn sem að Barney alltaf vera driverinn byrjun þáttarins já. og hann er að keyra þá alltaf heim og er að keyra þá heim á bílmanns Homers edru, gjössanlega frík út þegar hann er edru í smástund fer hann til New York og geymir bílinn þar fer á Bender ég gleymi aldrei setningunni þegar Homer sem sagt droppar Homer off og og Homer bara just bring the car back tomorrow just slide it under the door og Barney alveg yes, tomorrow já, með blikkið svo einhverjum dögum setna finnst hann í New York það var edru eitt kvöld, það var svo geðvegt og þá í þeim þætti var til dæmis þegar þau voru með
svona megasín frá New York Já. sem stendur 9 Já, Og síðan 9 og svo turtandir í 11 allir bara 9/11 þeir Einmitt. voru búin að spá þessu Já, maður er eitthvað bara þetta segja það eftir á en þú veist reading too much into it akkurat pínu þarna sko Það er nummer 7 Last Exit to Springfield season 4 Hvað það er? Þá fór Homer á strike á the power plant Já, hún er verkvall Já, og Já. það Lisa hann vantaði Já, Lisa needs braces Já, Dental plan Lisa need braces Já. Dental plan, já og tannlæknarinn sýnir henni Já, ef hún alveg færi rétt. ekki teinuna Já, að tennurna fari gegnum andlita á henni bara oh my god akkurat hellu tönn sem fyrir bara í gegnum kinnbeinið og Já. út úr augað Já, alveg rétt Hvað var Mr. Burns aftur að reyna að bjóða þeim í staðan fyrir dental plan? var það ekki vending machine Jú, það var eitthvað svoleiðis Já. og var gefið eftir hann að selja þeim það og Homer rétt náða Já, þeir vildu það í staðin já, ég veit, akkurat síðan þegar hann hefur gefn á því þá fara þær að strike Já, akkurat geggjaðu Já, þáttur sko. góð þáttur Númer 6 Marge vs. Monorail Já, The Monorail The Monorail þátturinn geggjaður þáttur They sko. sure put that them on the map eitthvað þarna Sölumæðurinn, já það er svona þáttur sem er sko, sem maður getur bara hort endurlust á hann er einhvern veginn, hann er að syngja allir alveg Monorail Já, akkurat síðan nummer 5 Who Shot Mr. Burns part 1 Það var cliffhanger þáttur maður Já. Og það var allur heimurinn var bara hver var þetta, þú Já. veist að býða eftir næsta þætti sko. ég maður bara, það var heilt ár náttúrulega á milli eða hálft ár eða eitthvað, ég maður ekki hvað það var Já, og allir voru actually þetta var í blöðunum já hvenær var Simpsons einast í blöðunum eða bara einhver þáttur með cliffhanger í blöðunum Já, aldrei í Morgunblaðinu Já, þú veist, það voru aldrei verið með út af þessu, þú veist, það er að fólk hefur talað um conspiracy theory sem að þú veist, þið sjáðu fram í framtíðina og eitthvað svoleiðis stundum, en út af eitthvað svona, ég held að það sé fyrst og eina skipti, sko. Þetta, veist, jú, kannski náttúrulega Dallas, þegar Who Shot JR dó. Já, jú, kannski, sko, en það kom aldrei í ljós, það var bara að loka þátturinn og svo búið, var það ekki? Dallas. Ég horfði náttúrulega ekki á Dallas, ég var alltaf ungur Ég man eftir þessu atriði, sko, en ég man ekki hvernig það endaði. Já, þú varst 30 Já, ég var nákvæmlega. Það er Three House of Horrors Vaff, 5 já. The iconic Halloween special includes The Shining Já. Hann er svo góð þáttur You wanna, boy, you got the shinin Oh, your man is shining Shh, you wanna get sued Þetta er svo góð þáttur og Er svo góð þáttur No beer makes Homer something Go crazy Don't mind if I do Þetta er síðan er alltaf minnum mig þetta líka sko eins og þú varst að segja með svona smá litla hluti Já. Þegar þeir voru í Three House of Horrors hvað þetta er erfitt fyrir mig eitthvað að þegar Willy, Groundskeeper Willy var Freddy Krueger Já. og hann var með takka sem stóð Do not touch Willy Já. og þetta var ekki í þessum Nei. Já. og hann var í the boiler room Já. og Homer alveg Do not touch Willy Já. That's a good advice Good advice sem brendan Do not touch Willy That's a good advice Good advice Stupid smart weather Smart weather, já Það var í þeim þætti Það var í þeim þætti Stupid smart weather 13. mánuðurinn Herru, hann fekk 9,2 sko. Já. Herru, síðan er náttúrulega nummer 3 Cape Fear Sideshow Bob Það var geggjaður þáttur ógæðislega fytið að Homer kom inn með vélsug það Bart var svo hrættur með hockey mask You wanna see my new chain mask chainsaw and hockey mask svo snar klikkaði pabbi maður Cape Fear, hann var 5. seríu það var náttúrulega hrífu atriðið
Líka með Sideshow Bob, hann er alltaf að labba á hrífurnar. Og þetta er ennþá núna í nýjustu seríunni. Já. Hann stígur á hrífuna og allt alveg Já, akkurat. Kelsey Grammer maður æðislegur. Já, náttúrulega í Frasier, bróðirinn. Já, hann er bróðir hans Sideshow Bobs. Já, akkurat. Það var í einhverju þætti hérna. Já. Númer 2, You Only Move Twice. Það supervillain, nýji yfirmaður. Já, Mr. Scorpio. Já. Geggjað jákvæður. Já. En alveg. þeir ætluðu að hafa hann í kvikmyndinni. Ok. Þeir ætluðu að hafa hann, sko. Síðan breyttist það eitthvað. Ok. Áttu hann að vera með þetta dóm hérna, já. Það hefur verið geðveikt. Já. Það var alltaf svo geðveikt, fyndi, hvað var eftir Homer var með te eða kaffi eða eitthvað og hey Mr. Scorpion, do you have some sugar og eitthvað, hann tekur bara svona lausan sykur úr vösunum hjá sér og setur í lófan á honum þessu bara fulla vasa lausum sykri og eitthvað svona random maður. Já, geðveikt. Herru, númer 1 hann er með 9,3 Homer's Enemy. Manstu eftir honum? Grimy? Já. Mr. Grimes? Já, Frank Grimes. Sem skildi ekki hverju. Hann var í svona ríkur og okkur hann er svona vinsæll og var bara að reyna að komast upp hann og hann dó. Var bara á lífi. Sem dó hann bara. Akkurat. Man ekki hvernig hann dó. Jú, hann fekk eitthvað brjálæðiskast og oh, look at me, I'm Homer Simpson. Nothing can hurt me. Og svo grípar hann eitthvað svona power lines og bara grillast. Og svo bara alltaf henni cut to bara jarðaförinn hans. Og geðveik. Það er reyndar síðan fleiri þætti sem eru ógeðslega góðir eins og þegar þeir fara Homer og Flanders fara á fyllir í Vegas. Já. Give me white wine spritzer sem bara allt í nú eru vaknaðir búin að giftast einhverja vændiskólum. Og þær dömpa þeim alveg, hvað er það? I can change. Homer alveg honey, I can change. Bara geggjað. Það er svo gott, sko. Og ég talaði við þig einhvern tímann og ég sagði að ég var byrjar að horfa á Simpsons með dóttur minni á nýjustu seríurnar. Já. Ég var bara, þetta er aftur orðið gott, sko. Já. Ég var bara mjög annað. Síðan erum við alltaf að fara að gera nummer 2. Mynd nummer 2. Já. Manstu hvenær nummer 1 var komið út? Það er langt síðan, maður. Já. Hvað er 15 ára síðan? Þetta var 2007. Mér fannst þetta vera svona kannski 10 ára eða eitthvað. Já, reyndar. Veistu, 18 ára eða eitthvað? Já. 19 ár. Fuck me. 19 ár síðan að myndið kom út. Oh my god. Maður. Hún er mér finnst hún alveg fín, sko. Mér finnst hún alltaf góð, sko. Þeir lefðu sér svo margt, náttúrulega bæði með upphafsatri, það sem að Bart er nakin á hjólabrettinu. Já. Og það er alltaf eitthvað fyrir klofin á honum. Já. Við erum svona í einu aðrið það sem vantar bara slá í girðinguna akkurat það sem að tippið á honum er og það bara sést ekkert nema tippið á honum í smástund og svo líka þegar Homer hoppar ofan í sandkassan. Já, með puttana á lofti, fuck you. Dóttir mín elskar eitthvað svona, sko. Já. Bara leið og kemur fokkputtin, hún er alltaf Já, nákvæmlega. Og síðan er alltaf við vitum alltaf með Donald Trump þegar þeir spáðu því. Þeir spáðu líka, var það ekki COVID-inu? Jú, sko það er náttúrulega tvent með Donald Trump, það bæði rúllustígin sem allir hafa sér myndina af. En var það í myndinni? Ég man ekki hvort það var í myndinni. Nei, í þættinu. Ég man það ekki. Ég fór að tjekka það á þessu, allir voru bara, voru með þessari ljósmynd frá einhverjum þætti og ég fór bara og horfði á þáttinn. Já. Þessi ljósmynd úr þættinu var aldrei í neinum þætti. Nei, það örugglega ekki, þetta var oflíkt, sko. Já, veist. Og sama með það sem hann er með einhverjum frá Katar eða eitthvað. Já. Og snert eitthvað svona eitthvað glóðandi. Já, bara nope. Já, en það sem þeir spáðu samt var þegar Lisa varð Bandaríkjaforseti. Hún var í fjólubláum kjól. Myndi mjög Kamala Harris. Og það Kamala Harris var actually í fjólubláum kjól með perli hálsfesti. Já, akkurat. Og Lisa segir sem sagt að hún hefði erft
handónlitan efnahag eftir president Trump. Ímyndaðir, Það var löngu áður en hann fór í pólitík, sko. ímyndaðir ef hún hefði farið í, tekið við án Biden eða eitthvað, þá hefði allir sko fróðufald. Já. Þá hefði ég sjálfur verið alveg, þetta er too much. Já, Þetta er too much. Akkurat. Síðan voru þeir ekki með eitthvað meira? Jú, það var fullt af alls konar, samt svo, þú veist, alveg, já, þetta er reach, sko. Þeir voru náttúrulega með myndavéla símana. Já, og snjallúrin. Snjallúrin þegar Lísa var að giftast þannig Bretunum. Já, alveg rétt. Það var reyndar ógeðslega góð þáttur. Það var geggjað þáttur, já. Og síðan var síðan alltaf með sófan. Ég held að það sé nánast. Couch gag, hann í byrjun, já. Alltaf Rick and Morty komu í eitt skipti. Já. Drápu Simpsons. Já, Alltaf klónaðu. Já, alveg rétt. Og klónuðu í eitthvað svona skrimsli. Geggjað, sko. Já. Að fá bara Rick and Morty í þetta, geðu. Já, það er mjög gott. En síðan eru þeir náttúrulega búin að ferðast allan heim. Já. Homer er bannaður í fullt af löndum þegar ekki, meðal annars Ástralíu, hann má aldrei fara þangað aftur. Já, þau komið til Íslands. Já, af því að Carl er íslenskur. Já, mér fannst það kom mér óvart. Já, hvernig þeir náðu þessu skólaverustíknum og þú veist, þannig að þau álega actually lagt vinnu í að researcha Hallgrímskirkja og Álfana sem við sjáum öll. Álfarnir, já, nákvæmlega sem við sjáum öll. Nei, og lopapessuna sem þeir voru í og allt svona smáatriði sem að þátturinn hefði ekkert þurft að gera en þetta var bara fyrir okkur Íslendingana. Restina af heiminum hefði ekkert fattað okkur að þeir eru vennilegum fötum eða ekki, skilur ég. En þetta var bara fyrir okkur Íslendingana. Við náttúrulega, ég man þegar þetta kom út, þá downloadaði honum og ég verð að sjá það. Já. Það kom mér óvart bara, hvernig getur Kálfi Íslendingur? He's black. Já, akkurat. Getur racist. Þeir útskýrið það mjög vel. Hann var búin að hann ekki ættlitur eða eitthvað hingað eitthvað svoleiðis hvernig var það? Þeir fóru yfir upphafssögunars líkt síðan bara í mörg ár eitthvað upphafið af hverju hans fjölskylda voru svona mikla gungur eitthvað eða sem sagt svona skræfur ég veit ekki alveg nokkulega hvernig það var síðan fóruð til Ástralíu Bart vs. Australia já $300 dues I'm gonna tell the prime minister sem fóru bara í næsta garð hey prime minister Andy hann eitthvað bara einhverju polli að drekka bjór bara geðveikt þá voru þeir einmitt með þetta að styrta niður það byrjaði þannig náttúrulega styrta niður klóstinu það var í öfu átt færi í og skuldaði einhvern, var alltaf að ringja í einhvern í Ástralíu, einhvern krakka akkurat skuldaði hann $900 dollar dues akkurat þetta var og náttúrulega refsingin átti að vera sparkað í rassin á honum já, alveg rétt sparkið í rassin á Bart og hann girti niður sig og múnaði og þau voru alveg brjáluð þurfti að flýja sendiráðu fóru til Japans líka þá voru þeir að horfa á einhverju teiknimynd og þá náttúrulega voru blikkljósin úr véluminnunum allir alveg fróðufellandi fengust flógakast það minnum við á líka var það Japan eða Kína með Homer fann sem sagt eitthvað logo sem var átan á svona þvottaefni eða eitthvað sem var líktist honum eitthvað það var þessi þáttur já og hann var alveg bara what þá var þetta fiskur eða eitthvað fiskur og ljósapera Bart eitthvað whatever Mr. Fishbulb gott stuff Krusty the Clown átt að vera Homer í dullakerfi ég er mitt með það líka er það ekki? Jú. Og ég bara mér fannst það magna það hefði verið það hefði ekki verið eins gott eins og þegar Krusty var hvað heitir það þegar hann var freymaður í fyrst skipti og
Bart og Lisa náttúrulega frelsuðan Já, bara út á skónum Já, og Sideshow Bob sem gerði það Já, geðvegt sko Já, það átti nefnilega að vera þannig að því að Bart náttúrulega þólir ekki Homer en elskar Krusty þannig að það átti að vera svona alter ego það var uppræðanlega planið en svo sagði það bara, ok, nei, þetta verður alltaf flókið eitthvað að reyna að halda þessu gangandi og eitthvað sem ég er ógeðslega feginn að þeir gerði ekki því að Krusty er bara æðislegu karakter sko. Hann bara, veist krylltur sko. Já, hann á svo bátt alltaf fullur og reykjandi og eitthvað bölvandi fyrir ramanbörnin og þú veist í gambling skuld við mafíuna og eitthvað bara geggjað karakter sko. Náttúrulega geggjað þáttur líka þegar hérna Bart er í mafíunni fær vinnu þar geðveikuður þáttur hann kemur á seint og ætlaði að fara í hérna Chocolate Factory gleymir hérna blaðinu sínu hann bara nei þarf að hérna sleikja hérna blöðin hérna frímerkin og tungan hann þotnar upp og svona líka geðveikur þáttur það sem að Homer fer í Clown College það var það atriði þegar hann er hérna ógeðslega svona hyperfókust að búa til sirkustjald úr kartöflumúsinu sinni það atriði er stælað úr Close Encounters of the Third Kind geimurumyndinni ég hef ekki séð hana það er gömul svona geimurumynd en góð mynd sko á sínum tíma alltaf ég reyndar ekki séð hann í 20 ára en Homer, are you okay? já og svo alltaf that's it you people been standing in my way for way too long I'm going to Clown College það er ekki búin að segja neitt þetta og svo rjúkaði á burt og eitthvað sagði bara I don't think anybody expected him to say that ég þarf eiginlega við langar svo mikið að gera þetta heima standa bara upp bara þeir eru búin að vera fyrir mér ég ætla að fara í trúðaskólan já, akkurat lampút bara þetta er sko hann er svo ógeðslega spontaneous já að ég bara ég myndi alveg skilja það okkur veist grimy hérna já það hefði verið svona pyrraður mistritið já algjörlega hræðileg sko algjörlega hann var alltaf fullur mætir ekki vinnuna og þú veist og samt tvekja hafa hús og 2 börn og konu og já síðan alltaf eru búin að vera sko svo ógeðslega mikið af fólki frægu fólki þarna já alltaf frægustu finnst mér Michael Jackson já ég held það sko Michael Jackson samt er ekki kreditaður í þáttun nei nefnilega ekki sem Michael Jackson nei og ef veist Michael Jackson vildi vera svona karakter já en bara ef hann mætti hafa sleepover með Bart já ok allir bara já ekkert mál síðan eru þeir hérna veist semja lag saman og þeir eru veist hann er í herbygginu hjá honum já en Michael Jackson vildi ok vera í herbygginu það var áður en að allt kom í ljós kannski já ok þetta voru skilirinn hjá Michael Jackson já einmitt að fá að sofa inn í herbygginu já bara Simpson I've done him too já akkurat oh my god já hann kom hann sem einhver feitur hrisastór hvíturgaur af geðvegra hæli já með röddinans Michael Jackson og hérna ég man ennþá eftir laginu sko hvernig var lagið? It's your birthday Lisa happy birthday eitthvað hvernig var þetta? Þetta var eitthvað happy birthday Lisa já, it's your birthday Lisa eitthvað já vel sungið hann samdi þetta sjálfur pældi því já þetta er ég var með þetta sem eina af spurningunum mínum en hérna veistu hvað hann hét á kreditlistanum? nei John J. Smith já það var hann kreditað þess en það var út af eitthvað svona legal dæmi eitthvað við útgáfufyrirtækjans Michael Jackson og eitthvað svona að myndi setja nafnum sitt á þetta Jesus en hver er uppáhaldskarakterinn fyrir utan fólkið? Fyrir utan megin fjölskylduna? Já ég ætla að segja Burns já, reyndar hann getur verið svo skemmtilegur sko hann er veist þessi hérna þegar hann vildi fá hérna bánsa sinna aftur já trublaða þáttur já það er Rosebud í akkurat veist, það er parody eftir parody í þættinum já geðveikur þáttur sko nákvæmlega svona solid saga já í þættinum ég er að lega sammála mér náttúrulega Smithers og ógeðslega góður já
hann var náttúrulega, veist, svartur í fyrstu seríu Já, akkurat með blátt hár, eða grátt hár blátt hár, já, akkurat, alveg rétt síðan var hann náttúrulega svo, veist, svo ógeðslega gay Einmitt. í seinni seríunum Happy birthday Mr. Smithers það í þættinum með hérna Rosebud þættinum Já, akkurat, já, svo kemur fljúandinu gluggan og eitthvað Já, einmitt ógeðslega skinny og eitthvað Já, nákvæmlega Send out the hounds Svo geggjaður Ég elska Mr. Burns sko Já, mér finnst náttúrulega mér finnst reyndar Barney mér finnst hann svo hérna underrated Já Veist, þegar hann að syngja á klóstinu og þeir fara að vera hérna barbershop quartet geggjað mér finnst þetta bara veist, maður geti talað talið upp endalust af þessu sko Ég veit það erfitt sko hérna hann Ralph Wiggum líka já. Er í miklu uppáldi hjá mér hann svo heimskur auðmingja krakkin og pappas náttúrulega líka bara þú veist, Chief Wiggum, ógeðslega fyndin þú veist, ég veit það ekki það erfitt að velja uppáld sko. eins og Chief Wiggum þegar Marge allir að vera lögga þeir koma fullt á lögreglubílum þeir allir svona í hóp bara you're going down síðan fer hún inn maður þá það pizza Já, akkurat og hann alveg what Já og hann eitthvað ég ætla að sækjum og þeir alveg að deyju hlátri you serious Svo líka April Fool's þátturinn þar sem að Bart setur bjórinn hans Homers í svona málingarheistara og eitthvað og það aðreið náttúrulega bara þegar bjórinn springur sjúklega fyndið Bart alveg April Fool's sprengir allt Já og þeir Chief Wiggum og annar lögreglustjórar Já, I'm going on foot calling a code full of 5 I'm going on foot eða eitthvað og hinn segir bara we need pretzels, repeat, pretzels there's beer coming out the chimney og hann hlaupandi með tungun úti Já, akkurat geðveikt sko en til dæmis svo það svona conspiracy theory með þann þátt að þau öll dóu þarna þess vegna eru þau ekki eldast Já, ok eftir þennan þátt þá bara endalust Já, ok þau vakna bara Groundhog's Day bara eitthvað Já það þarna sprengdan alltaf fjölskylduna Já, ég meina það ekki lifað þetta af með að við sprenginguna sem kom Manna, ekki, þetta var ekkert smá sprenging Akkurat Síðan þáttur með Flanders þegar hann með vinstri handa búðina Já og Homer veist, allir að spurja get ekki opnað þessa dós með hægri hendinni hann alveg Já, ekki hjálpa með Flanders Flanders náttúrulega svo, veist, mér finnst hann lúmskóður en náttúrulega konan hans dó Já, Homer draf hana Já, skaut hana með t-shirt cannon Nei, hann skaut hann ekki, hann beygði sig Já, hann var að reyna að fá veist, í sig og beygði sig Já, akkurat, beygði sig og hún færi þetta og dettur af síðan náttúrulega byrjaði Flanders með kennarunum hans Bart Mrs. Crabapple síðan deyr hún líka Já og síðan dó náttúrulega í alvöru Já konan en og það sama með lögfræðingin Troy McClure og leikaran Já, hann heitir Phil Hartman, leikarin Já, en Lionel Hutz Já, Lionel Hutz Troy McClure Hann talaði fyrir báða, eða ekki? Jú, veist, hvor leikarin? Troy McClure leikarin I'm Troy McClure, you might remember me from such advertisements as Það var já hann talaði fyrir þá báða og þeir voru báðir sem sagt bara settir í skúfu eftir að hann dó þeir vildi ekki halda áfram þessa karaktera með annarri rödd mér finnst það svo cool að þeim sko og veist, að rétt áður hann dó, leikarin þá voru þeir að pæla að gera veist, live action Troy McClure mynd Já, það þeir voru veist, ræði þetta
og það var ekki byrjað að skrifa en það var hugmyndin var byrjuð að fara á milli Oh my god og bara live action, þá hefði leikarinn sjálfur verið Troy McClure Það er geðvægt það hefði verið trubla Ég sko. hef totally hort að það sko Já, sem bara dóan Já, þetta var hann myrtur af konunni sinni Já. Var það ekki? Jú, murder-suicide sko. Já, var þannig Já, hún var á kókaini og einhverju geðlefum Já og taka kókaini ofan eða og sem bara plaff Jesus maður skoðið sér sjálfan líka Sorglegt maður Já, þetta er don't do drugs kids Nei, akkurat, greinilega síðan ég er líka með ertu með meira? Ég er með Sko, ég er með, þú veist, eitthvað sem allir vita svo sem, þú veist nöfnin á þeim í fjölskyldinu eru byggt á fjölskyldu Matt Groening sem bjóð til Simpsons Já. Þú veist, pappa hans hét Homer og mammans Margaret og hann átti systur sem hétar Lisa og Maggie og Bart stendur í rauninu verið fyrir Brett Já. Þannig að, já, hann byggði rosa mikið af karakterunum á fjölskyldinu sinni Ég er með nokkrar spurningar út af því að þú veist mest Þú sagðir það einhvern tíma með mig að þú veist meira en allir aðrir Ok, sjáum til Hendur undir Ég er reyndar áðan að við förum út í það Já Áttir þú ekkert geisladiskinn? Nei, geisladiskinn Þeir gáfu út tónlistageisladisk Í alvöru? Já Hæ? Já, þetta er á Spotify No way Jú Er Bart Simpson að syngja í Já Bíddu Ok, ég ætla ekki að bóka sín Maður þetta þessu? Ég man eftir þessu sko Þetta var í útvarpinu einhvern tíma Bíddu Spólaði bara aðeins áfram Þetta er svo mikið 90s sko Já The Batman Þetta var heill diskur sko Jesus Ég gaf út, ég átti einan disk Og þú varst alltaf bara yes, Bart er svo góðu söngari Já, do the Bartman Mr. Burns eitthvað look at all those idiots eitthvað og hann að syngja eitthvað Þetta var geggjað diskur kom út á hvenær kom þetta fyrir? Það var alveg, já, fyrir 1000 árum síðan, ég man það ekki En til dæmis eins og hérna Bartman Já veist, El Barto Já, El Barto Já. Kom það einhvern tímann í þáttunum? Held ég einu þætti kannski Já, hann var einhvern tímann með eitthvað fjólubláa grímu og eitthvað var það ekki út af því að þetta var í teiknumyndasögun El Barto Já Hann kom eiginlega aldrei fyrir einhvern tímann setna í þættinu þá var hann eitthvað bara El Barto eitthvað bara örlítið Já bara svona homage Já El Barto Homage Já, sagði ég Hvað sagði ég? Hummus eða eitthvað Sagði ég það? Já, eitthvað Hamas eða eitthvað Hamas sandugin Jesus Já, nei, hérna, já, fyrir ekki Do the Bartman, það er sem sagt frá 1990 af albúminu The Simpsons Sing the Blues og meira segja hérna Michael Jackson var með svona backing vocals á þessu sko Í alvöru? og Jackson prodúseraði lagið Do the Bartman þannig að, já Svo Michael Jackson var bara basically hann var mjög skotin í Bart Simpson Já greinilega Herri, spurning 1 Ok Hvað er Ned Flanders gamall? Hann er mikið eldri heldur en hann virðist þeirra hvað var hann? 65 ára eða eitthvað 60 já Það er Homer hérna kom að honum og hann var með hérna eldri borgara kortið Já, alveg Það ætlaði að koma upp hann Ok hann bara, nei, ég er 60 Allir bara, what? Já, akkurat með sixpackið og Já Herru, hvað heitir Homer Simpson fullu nafni? Homer J. Simpson J.A.Y. Já, vel sem kom í ljós eftir að bak við rönnan af mjúralanu eftir á mömmans Já Akkurat Ég held að það myndir ekki ná þessu Hvað heitir fiskurinn með 3 augunum? Blinky Djöfussins Ha, ok Hérna hvað heitir hérna comic book guy?
Veistu það? Eitthvað Tamsarian. Var það ekki? Nei, Jeff. Heitir hann Jeff? Já. Var það ekki eitthvað Tamsarian? Var það ekki einhver annar? Hver var eitthvað Tamsarian? Tamsarian. Ég hef heyrt þetta áður. Já, en ekki var það ekki comic book? Okay, hann heitir Jeff. Jeff, ok. Fyrst hann, kannski heitir hann Jeff Tamsarian, já. Nei, Tamsarian eitthvað annað, sko. Já, ég man ekki hver það var. Já, ok. Já. Maður sjá. Hvað heitir kvikmyndin sem Troy McClure var að aðal fyrir, svona aðalmyndin hans? Veist, svona aðalmyndin sem fóruður í voruður með leikrit eftir myndinni. Það var ekki A Streetcar Named Desire? Nei. Revenge of Abe Lincoln. Revenge of Abe Lincoln, já, ok. Það var náttúrulega parody af Apaplanetinu. Já, það var Desire, Streetcar Named Desire sem að Marge og Flanders voru að leika saman í. Já, Homer var úti alltaf bakkana. Já. Maður sjá, hvað heitir mamma Principal Skinners? Agnes. Já, vel gert. Sjövill ertu fucking góður í þessu maður. Hvað sem sagt ID-ið hans Homer Simpsons. Númer hvað það? Homers? Já. Sko, Mr. Burns var með 0000001 á ökuskiptinu sínu. Ef ég man rétt? Já, þú myndi aldrei ná þessu. Nei. Þetta 742. Evergreen Terrace, sem heimilisfangi hans. Já. Þetta þú vil eftir lélur í þessu maður. Nei, ég var með heimilisfangi. Ef þú eru spyrst það var 742 Evergreen Terrace. Ég vissi það. Hvað heitir barinn hans Moe's? Moe's Tavern. Já. Nefna þegar hann hétt Flaming Moe's eftir hann stal dreyknum af Homer sem var með cough syrup í. Já. Sem var leyndamálið. Hver skaut Mr. Burns? Maggie. Vel gert. Hvað heitir ædoli hjá Lisa Simpson, Jazz-skörinn? Flaming Gums Murphy. Bleeding Gums. Bleeding Gums, ég var með Flaming ennþá í hausnum. Bleeding Gums Murphy, alveg rétt. Hvað heitir gaurinn sem var í The Monorail sem kom og var að selja? Ég sé hann fyrir mér. Ég man það ekki. Lyle Lennox. Já. Þetta maður sjá, síðan maður sjá, í hvaða skóla fór Burns í? Senasta. Var það Yale? Wow. Já. Nice. Var hann ekki Skull and Bones og eitthvað líka? Jú. Já, akkurat. How did you do that? I have no life. Ég hefði ekki náð þessu. Ég bara nýbúin að missa söndóminn, 46 ára gamall. Alltaf alveg, Homer Simpson. Já. Já, ég var aðeins byrjaður með spurningar en ég náði nú ekkert mörgum. Ég með 3 spurningar þegar 4. spurningin var með hvað hét Michael Jackson á kreditlistanum, þannig að það komin. En hvað kostar Maggie á afgreiðslukassanum í byrjun? Er það ekki eins og pie? Nei. Er það ekki pie? 1,34 eitthvað, nei. Nei, ég veit það. Þetta sama uppæð og kostar að vera með barn rétt á ári sem 1.000 á mánuði. Já, 1.000 man ekki. Þú ert aldrei eftir að ná nákvæmlega tölunni held ég. En þetta rétt hjá þér. Ára $847.63 sem var cirka það sem kostnaði að eiga barn 1989. Já. Þannig að vel gert. Þú spurðir Homer, en hvað heitir Bart fullu nafni? Bartholomew J. Simpson. Næstu því? Bartholomew. Það Bartholomew. Já. Var aðeins meira í miðunni? Bartholomew Jessica Jóð. Já, ég veit það. Bart J. Simpson. Ég man það ekki.
Bartholomew Jojo Simpson. Jojo? Já. Ég hef aldrei heyrt það. Það ekki? Nei. Jojo? Ég var að rifja þetta upp sko og þá kom þetta og ég alveg, hvernig var þetta aftur? En þetta hringir einhverjum bjöllum hjá mér en svona þegar ég var að gera smá research þá fann ég þetta allavega. Jojo? En ok, síðasta spurning frá mér. Hvaða frægi tónlistarmaður tók að sig gestahlutverk gegn því að Lísa yrði áfram grænmetisæta út seríuna? Wow. Það var einhver frægur tónlistarmaður Já. sem tók að sig, var gestaleikari eða talaði inn á. Já. Frægur tónlistarmaður. Já. Hann tók að sig hlutverkið bara gegn því að Lísa myndi halda áfram að vera grænmetisæta út þá seríu sem hann leiki. Já. En þeir ákvaða að halda henni bara, hún enn grænmetisæta í dag af því að hann vildi það. Hann vildi ekki taka þátt nema hún grænmetisæta. Ég svona working Hann mjög frægur, hann alveg hann uppi með Michael Jackson sko. Jú hann svarti gaurinn James Brown. Nei, ekki James Brown heldur Hann ekki svartur. Hver var þetta þá? Það segir Já. Paul McCartney. Ég rugla á gaurnum þegar við voru með veiða snákana. Já, var veist, Whacking Day. Já, alveg rétt. Já. Hvað heitir hann djúp rattaði söngvarinn? Barry Hvað heitir hann? Barry White. Já, Barry White. Já, það var erfið fæðing maður. Ég reynda með eina spurningu viðband. Okay. Hvað er Homer Simpson þungur? Þegar stígur úr viktina, oh my god, fyrir upp og niður og upp og sér lendur hann á. Var ekki 350 pund eða eitthvað? Nei, það fóru á eitt skipti þarna upp. Hann alveg, oh no, sem fóru niður og endaði í 260 pund sem 117 kíló. Jesus. sem var sko really overweight þá. En alls ekki þessu tönn, en það ringi í dag aðeins. Spyrja hvað hann langar bara aðeins að spyrja hann aðeins alls má. Nei, joke, við elskum það. Hann sexy man. Komur að þennan aldur og skallattur og nákvæmlega. Ég meina það svo fræktur orðið, hann var ljósmyndaður sem Homer Simpson á sínum tíma. Já, hann daði. Ég fór í fullt gerfi sko og málaður gulur og allt saman. Já, hann var svo hvítur hann þurfti að vera gul. Já, akkurat. Þetta var professional ljósmyndun sko. Já, þetta var þetta. Mér finnst að daði eftir nú að posta þessari mynd aftur. Já, mér finnst það líka. Það er eiginlega saman. Eða bara endurgera þessa ljósmyndatöku. Var ekki daði bara 37 ára þegar hann var tekinn? Jafn gamall og Homer. Gott ef ekki, 10 ár síðan kannski, hvað svoleiðis, ekki meira? Nei, lengra síðan. Meira. Náttúrulega COVID náttúrulega 6 ár síðan sko. Fokkar öll í tímaskilunni hjá manni sko. Herru, shit, við erum búin að tala endalaust Simpsons. Já, part 2 coming soon. Örugglega, við getum alveg búið til heila seríu sko. Já, það er, og ef ég vætti endalausan pening. Já. Þá myndi ég gera svona sér podcast og horfa hvern þátt. Já, og gera bara þátt fyrir hvern þátt. Þátt fyrir hvern þátt. Já. Það væri ógeðslega gaman sko. Já. Bara fara alveg on í saumana bara hverju minnst það þetta. Já, það er mikið af podcastunum sem gera þetta sem hafa áhuga á einhverju. Já. Og eins og gaurarnir í Smallville, þeir eru með sko, hafa farið gegnum hvern einasta þátt. Já, ok. Og small talk eða eitthvað. Já. Þeir alveg bara horfa þáttinn og síðan bara taka notes og allt. Já. Það var gegn. Það var efni, ég alveg 1000 þætt allavega. Við erum með sko kontant fyrir sko næstu ári. Næstu áratugina. Það er í gangi síðan 89 sko. Þetta eru hvað er þetta? Þetta er 500. Þetta var einu sinni í viku. Já. Þá væri þetta cirka 20 ár hjá okkur. Já. Og þeir eru ennþá í gangi þannig að let's do it. Við erum sko 65 ára. Talandi teiknimyndir. Við alveg, please stop. Please kill me. Nákvæmlega, please kill me. Já. Var það ekki Itchy and Scratchy Land? Jú, já, þeir var
doesn't it feel magical celebrating the new year day after day eitthvað Já, please kill me Hörru, takk æðislega fyrir þennan þátt Þetta var gaman maður allir að hára á Simpsons, ég er bara I'm on it sko. Mæli með Takk fyrir þáttinn Sömuleiðis Verðum í bandi Bye